Góðan daginn, elskurnar og velkomin í Gamesýruna. Það mánudagurinn 15. júní. Klukkan 6:30. Hann árvökull þessi. Mér langar að ræða tvennt hérna. Avi Loeb og svo kallaður Christopher Mellon. Þetta eru kallar sem að við sem fylgjumst með UFO málum heyrtum þessa menn oft. Það byrja á Avi Loeb. Það eru nýjar fréttir hvað varðar báða þessa einstaklinga. Sko Avi Loeb sem ísraelskur og bandarískur stjarneðlisfræðingur og hann sem sagt professor við Harvard. Sem sagt virtu vísindamaður og sviði stjarneðlisfræði og svona geimfræði almennt. Hann var þekktur fyrir þá hugmynda hluturinn Interstellar hluturinn Oumuamua sem fór í gegnum sólkerfið 2017 geti hugsanlega hafi verið af tæknilegum uppruna fremur en hefðbundin sem sagt loftsteinn. Hann stofnaði þess Galileo Project rannsóknarverkefni sem leitast við að safna vísindalegum gögnum mögulegt UFOs. Hann heldur því fram að geimverur hafi örugglega heimsótt jörðina. Hann heldur því ekki fram, heldur að vísindin að rannsaka slíka möguleika, opnum huga og byggja á gögnum. Sumir vilja meina að hann sé double agent, en það annar mál. Hann þykir umdeildur innan vísindasamfélagsins og sumir telja hann, hugrakkan, frumkvöðul, sem kannar vanræktar spurningar, en aðrir telja hann draga of sterkar ályktanir af takmörkuðum gögnum. Hann hann var mikið í sviðsljósinu núna í kringum 3i Atlas í daglegum viðtölum þar listi sem sagt dularfullum hreyfiferlum 3i Atlas og svo þetta bara gufaði það upp svona eins og margt annað. Hann sem sagt var að tilkynna það að Hvíta húsið þá Arrow og ODNI við ætla að fara við það hvað það eftir smástund. Þessar tvær stofnanir hafi beðið að setja saman og leiða nýja vísindaráðgjafarnefnd hvað varðar UAP sem færir vísindalega nákvæmni í rannsóknir á óþekktum frávikum. Ef við förum í Arrow, þetta semst All Domain Anomaly Resolution Office, þetta skrifstofa innan bandaríska varnarmálaráðuneytisins eða DOW, Pentagon, og hlutverk þessarar stofnunar að safna og greina tilkynningar UFO, rannsaka fyrirbæri í lofti, geimnum og á sjó og undir yfirborði sjávar og meta hvort sé að ræða erlenda tækni, skynjara villur, náttúrufyrirbæri eða eitthvað annað og veita þinginu og varnarmálaráðuneytinu skýrslur. Og svo það ODNI, það sérst Office of the Director of National Intelligence. Þetta yfirbygging bandarísku leyniþjónustunnar. Hún samhæfir sem sagt starfsemi 18 ólíkra eða aðgreindra leyniþjónustustofnana innan bandaríska ríkisins, gefur út árlegar UAP-skýrslur til þingsins og tekur upplýsingum frá stofnunum eins og CIA, NSA, DIA, FBI og sem sagt stríðsmálaráðuneytinu. Og sem sagt í þessum UAP-málum þá vinnur ODNI náið með Arrow og hann má segja að ef maður ætlar að einfalda þetta þá myndi maður segja að Arrow rannsakar tilvikin og ODNI samhæfir og birtir upplýsingar fyrir hönd leyniþjónustunnar. En sem sagt, Avi Loeb, þessi stjörnufræðingur sem hefur, eins og ég sagði, leitt þetta Galileo verkefni, hann sem sagt, og hann situr í ráðgjafarnefnd Disclosure Foundation, hann hefur tilkynnt, hann hefur verið beðinn að setja saman og leiða nýja vísindaráðgjafarnefnd UAP til þess að styðja við starf alríkisstjórnarinnar hvað varðar UFOs. Sama dag og ríkisstjórnin birti sem sagt þriðja droppið, nú síðasta föstudag, af þessum gögnum inn á heimasíðu stríðsmálaráðuneytisins, þá segir Loeb að ráðið hafi verið stofnað af Hvíta húsinu, All Domain Anomaly Resolution Office, Arrow, og skrifstofu forstjóra þjóðaröryggisstofnunarinnar, sem sagt ODNI, alríkislögreglunni og öðrum meðlimum, eða sem sagt öðrum deildum leyniþjónustunnar. Hann listi því að honum hefur verið falið að byggja upp teymi vísindamanna sem sagt starfa í þessari nefnd og Loeb mun sem sagt stýra þessu ráði og hann nefnir þarna 5 vísindamenn sem einnig svona nefndar félaga.
eða stjórnarfélag, hvernig sem það nú er. Það er semst Dr. Richard Clody, það er gagnagreining, gagnastjórnun með gervigreindartólum. Dr. Regina Sarimento, það er gagnagreining og gagnastjórnun með gervigreindartólum líka. Og professor Matthew Sigdaxis, það er mælitæki og gagnasöfnun. Og Dr. Devish Nandal, það er töluleg greining og stjarnælisfræði. Og Dr. Omar Eldadi, það er gagnastjórnun, gervigreind og human psychology eða sálfræði. Og yfirlýst markmið hópsins er að aðstoða ríkisstofnanir við að rannsaka eðli og hefðbundina geimvísinda með ströngum vísindalegum aðferðum. Þetta er semst bara það sem hann er búin að vera að berjast fyrir. En með áherslu á að safna og greina hágjaða gögn, frekar hann að endurtaka endurtaka einhvern veginn bara eldra efni sem einhvern veginn eitt og sér er ekki hægt með neinumóti að staðfesta. Að mati Loeb er þetta það brot sem vísindalega athygli á heima. Hann hefur stöðugt sett spurninguna fram í kringum 2 möguleika. Hann telur að báðir verðskuldi alvarlega rannsókn eða nálgun. Svo fyrsti, og það er svona hinn jarðbundnasti, er að sumir hlutir eru manngerð tækni sem mögulega er rekin eða keyrð áfram af öðrum þjóðum og í því tilfelli myndi birting þeirra nálagt viðkvæmum stöðum eða svona, svona stöðum tengt stríðs hernaði og æfingarsvæðum varða við þjóðaröryggi. Og svo seinni sem hann lýsir, sem er mun ólíklegri, vilja margir meina, en þýðingameiri, að eitthvað af þessum hlutum getur átt uppruna utan jarðar, alvöru aliens, og aðgreiningu milli þessara tveggja þátta, segir hann. Það kallar á betri mælitæki og vandlegar greiningar frekar en endalausar vangaveltur. Þannig að það er eitt. Þarna er Hvíta húsið farið að ráða inn áhrifavalda og fagmenn og vísindafólk í stað þess að við erum þarna með bara einhverja lepjandi pólitíkusa. Og svo er það Christopher Mellon. Þetta er fyrirverandi háttsettur embættismaður innan leyniþjónustu og varnarmálum. Hann var í sjóhernum. Og hann hefur notað stöðu sína og tengst til þess að þrýsta á disclosure á UAP. Það er allavega þessi official skýring. Ég get nú bara sýnt ykkur líka kannski mynd af þessum frábæru mönnum. Kannski klikka á því. Þarna erum við með Avi Loeb. Þetta er hann. Mikill snillingur. Og þetta er Christopher Mellon. Við rennum aðeins í gegnum hann hérna. Já, hann er almennt talinn búa yfir svona vissum þunga í hvað varðar UAP og hann hefur líka borið vitni frammi fyrir þingnefnd og hefur talað mál sem að hafa átt sér stað í svokölluðum svona USOs tilfellum, þar sem að við erum með þessi flíildi ekki ofansjávar heldur neðansjávar. Hann starfaði áratugi innan bandaríska varnarmála og leyniþjónustu. Hann var aðstoðar varnarmálaráðherra fyrir leyniþjónustu mál, Deputy Assistant Secretary of Defense for Intelligence og starfaði einnig fyrir leyniþjónustu nefnd öldungadeildarinnar. Og hann er þekktur hérna kannski aðalega í samhengi við UFO að hjálpa til við að koma frægum Pentagon UAP myndböndum og þá erum við að tala Nimitz, við erum að tala Gimbal og GoFast, þessi Tic-Tac flíildið sem átti sér stað 2004 þegar að orðstu þotur og þá David Fravor, hann hefur einnig borið vitni, flaug sinni Super Hornet þotu frá flugmóðskipinu US Nimitz. Hann Mellon og Lou Elizondo, hann kom þessum 3 myndböndum í hendurnar á Leslie Keane sem var til þess að Leslie Keane skrifaði þessa forsíðugrein í New York Times 2017. Hann hefur þrýst á þingið, varnarmálaráðuneytið og meira gegnsæi hvað var að UAP. Hann hefur stutt vitnisburð uppljóstrara eins og til dæmis David Grush.
Þó hann segist yfirleitt byggja afstöðu sína á gögnum, vitnisburðum og þjóðaröryggis sjónamiðum frekar en beinum fullyrðingum Little Green Men. Það sem gerir Mellon áhugaverðan að hann segir ekki einfaldlega ég veit þetta eru geimverur, frekar segir hann að óútskýrð fyrirbæri sem skráð hafa verið að herflugmönnum og skynjurum sum gögn séu ekki leinleg, hann heldur því fram og hann heldur því fram að þingi hafi ekki fengið fullnægjandi upplýsingar, það er rétt og málið eiga rannsaka af alvöru sem þjóðaröryggismál. Hann sem sagt heldur því fram hérna og það er sem sagt þessi færsla hérna. Daginn var ég spurður af embættismanni úr stjórnsýslunni hverjar varu mínar helstu áherslur varðandi birtingu upplýsingum UAP. Hann svaraði sem hér segir. Hann er sem sagt að halda því fram að það hefur verið leitað til hans leiðbeiningar uppljóstrun af Hvíta húsinu. UAP-gögn og geimnum. UAP, númer 1, þau hafa verið greind í geimnum, hvort sem þau eru á sporbaug eða fara inn og út úr lofthjúpi jarðar. Ég tel að við búum yfir slíkum gögnum en ekkert af þessu tagi hefur verið birt opinberlega. Við höfum fjölmörg kerfi sem sinna geimeftirliti, þar á meðal öflugasta ratsjárkerfi heims. Kraftur tæknilega geta og drægni þessara kerfa leiða mig til þess að telja að þau hljóti óhjákvæmilega að nema og fylgjast með UAP. Númer 2, það eru gervihnatagögn. Þetta er annar flokkur UAP-gagna sem ekki hefur verið birtur hingað til. Það er alveg rétt. Hann segist hafa séð eitthvað af þessum myndum og segir það mjög áhrifamikið og þó svo að slík gögn séu yfirleitt mjög top secret miðað við núverandi aðstæður sérstaklega hvað var þar heimsmálin og þrýsting frá Hvíta húsinu gæti verið mögulegt að birta hluta af þeim og jafnvel öll þessi gögn sem safnast hefur verið úr lofti eða úr geimnum. Og númer 3, það eru semst UAP-gögn frá eldflaugar viðvörunar kerfum, Ballistic Missile Early Warning Systems og þann útskýrir þetta hérna. Hið gamla eldflauga viðvörunar kerfi hefur verið stöðugt uppfært frá lokum kaldastríðsins og enn og í sinni fullkomnustu mynd. Talið er að þessi kerfi séu meðal öflugustu skynjara á jörðinni. Fjölmörg UAP-atvik hafa greinilega á sér stað innan þessara svæða sem þau fylgjast með og við höfum heyrt mikið af þessum tilvikum. Til dæmis sáust í Nimitz-atvikinu fjölmörg UAP lækka sig úr 80.000 feta hæð niður í 20.000 feta hæð á bara einhverju sekúndubrótum eða örfám sekúndum. Mér minnir þetta hafi verið bara frá 80.000 fetum niður í 20 á bara sekúndu sem að jafngildir ef þetta hefði verið hefðbundin flugvél 20.000 G sem er náttúrulega bara með öllu óhugsandi. Já, en þetta var sem sagt þegar David Fravor fer á sínu Super Hornet þotu þá var sem sagt ratsjárkerfi Nimitz flugmóðskipsins búin að fylgjast með þessum flygildum, þessum tic-tac-flygildum í 2 vikur. Samt að engin af þessum gögnum verið birt og þau eru til í bunkavís. Gögn frá hverju þessara kerfa getu aukið verulega þekkingu okkar á UAP. Ég vona að þeir hafi nú svigrúm og ákveðni til þess að koma þessum upplýsingum og segja almenningi frá þeim. Þetta er eitthvað sveifla, hvað sem hún nú er, en það virðist allavega, ef við lítum á þetta bara, ef við tökum bara áhlattin á okkur og við lítum bara á þetta þannig, ok, Hvíta húsið er að óska eftir aðstoð og ráðgjöf sérfræðinga sem að, já, fyrir sumum getur bara túlkast jákvætt. Þarna erum við með Christopher Mellon sem sérfræðing í þessum hermálum og þetta bara virðist af einhverjum, já, einkennlegum ástæðum tengjast. Ég meina, af hverju er DOW eða sem sagt stríðsmálaráðuneytið, af hverju búa þau yfir svona gríðarlegu magni af ljósmyndum og myndböndum tekið sem sagt af hernaðar og varnarmála tækjum og svo erum við með Dr. Avi Loeb sem er náttúrulega bara sérfræðingur í hann er svona bara í stjarneðlisfræðinni og og svona nálgast þetta út frá vísindum. Þannig að who knows? Þetta eru menn sem að hafa sem sagt, stutt
uppljóstrun já þá sérstaklega uppljóstrara eins og David Grush og það virðast vera hérna einhver tengsl á milli þeir tengjast báðir þessi menn Lou Elizondo og Lou Elizondo tengist David Grush þetta tengist David Fravor þetta tengist Ryan Graves þetta eitthvað lúpa hana sem í gangi sem að virðist vera að færa sig alltaf nær sko raunverulegri stjórnsýslu í þessum málum hvort sem að stjórnsýslan yfir höfuð hefur eitthvað vægi vitum við ekki já, veit ekki eitthvað dularfullt í gangi hana ég ætla að ljúka þessu hérna núna en ég ætla að gera held ég annan þátt í kvöld sem að hefur með eðlisfræðingin Diana Craig að gera en hún sem sagt heldur þið fram að hún sem sagt sé búin að uppgötva fimmta kraft náttúrunnar sem að hefur með dark matter að gera ég ætla aðeins eftir að samræma þetta kannski tengt plasma, það nú svolítið þannig að þið gætuð króað hvaða vísindamann út í horn sem heldur því fram að efnisheimurinn sé framleiddur úr atómum en á sama tíma virðist efnisheimurinn eins og við þekkjum hann vera búinn til 99,9% úr plasma sem að náttúrulega með öllu já, kannski ekki með öllu en þykir dularfullt og getur tekið á sig form eða verið mjög óreiðukent ég ætla semst að fjalla þessa nýju uppgötvun í kvöld en Christopher Mellon, Avi Loeb komnir inn í kerfislaga uppljóstrun aldrei að veita hvað kemur út úr því ég hvet ykkur eða ekki til að followa eða subscribe Geimsýruna á TikTok YouTube eða fylgið mér á samfélagsmiðlum eins og Facebook undir nafninu Gunnar Dan nú ætla ég að henda mér í dagvinnuna svo ég geti borgað reikninga og ég óska ykkur bara æðislegs dags í dag og munið það frí á miðvikudaginn 17. júní þannig að við þurfum að vinna í 2 daga svo frí 1 þykir vænt ykkur, namaste